Kona! Kona! Hví ansar þú ekki þegar ég hrópa á þig? Sjaldséðir hvítir hrafnar. Þér eru snemma á fótum, þykir mér. Á að fara í messu. Það varðar þig ekkert um. Spurningin er hvers vegna svararðu mér ekki? Nú, hvað bjátar á? Bját, liggur það ekki í augum uppi? Nú, já. Já. Þú ert í einum sokk. Ég er í einum sokk. Já. Þú getur ekki farið í einum sokk í messu. Það er alveg hárrétt hjá þér. Ég er ekki að fara lönd né strönd á einum sokk, en spurningin er hvað hefur orðið sokkinn? Hvernig á ég að vita það? Hafðu nú ekki áhyggjur af þessu vinurinn. Hann hlýtur að koma í leitirnar. Ég er að gera graut. Varla fer ég að eta graut í einum sokk. Gerð þú það sem að þér þóknast? Ég boðaði þér mikinn fögnuð. Já. Já. Þú hefur fundið sokkinn. Vitaskuld. Já. Ég sagði að hann kæmi í leitirnar. Kæmi í leitirnar. Ég hóf nú bara upp á mitt eindæmi leit að sokknum sjálfur. Já, er það ekki það sem að er átt við þegar það er sagt að hlutirnir komi í leitirnar? Það var ég sem fann sokkinn. Komi í leitirnar. Það er nú bara eins og það sé verið að gefa í skyn að sokkurinn hafi sjálfur komið labbandi til mín. Það væri skondið. Það væri sjón að sjá. Labbandi sokkur.
Hann hafði lent undir rúmi. En hvernig stendur á því? Það er mér hulin ráðgáta. Hann hefur kannski labbað þangað. Já. Nei. Nei, ég segi svona. Þetta er bara vitleysa. Nema að húsamúsin sé búin að gera sig heimakomna aftur. Það minnir mig á að ég þarf að tala við herra Thornton. Hann ætlaði að útvega mér nýjan gorm í músagildruna. Er hann gormlaus, garmurinn? Hann er gormlaus, garmurinn. En herra Thornton, hann fullvissaði mig um það að hann ætti von á gormasendingu frá nýlendunum. Er gormaleysi í bænum? Það gengur ekki til lengda. Allt svo ekki. Ég sækja hann heim í snarhasti. Ætlar ekki að snæða graut? Nei, ég hef mikilvægari hnöttum að hneppa. Jæja, vinur. Hafðu þína hentisemi með það. Hafðu þú þína hentisemi með það. Hvað segir? Hafðu þú þína hentisemi með það, sagði ég. Já, já. Kom Richard Stanton aldrei til að kíkja á húninn? Nei, Richard? Hvað er að húninum? Það hryllir í honum og ég er alveg handviss að ég greiddi herra Stanton fyrir viðgerð á hurðinni. Hvar er litla bókin mín? Hvernig á ég að vita það? Er hún ekki bara á sínum stað? Já, einmitt hér er þetta sko. 13. febrúar 1835. 8 sterlingspund greidd fyrir þjónustu, innt af hendi. Nánar til tekið, viðgerð á hurð, lömum, hjörum og húni. Viðgerðarmaður, einn herra Richard M. Stanton. Og hvað? Hryllir í húninum? Eiga þetta að heita vinnubrögð? Þetta þykir mér lélegt. Heldur svo. Og það þýðir að ég þarf að banka upp á hjá honum líka. Það er þjóðráð. Vertu þá blessuð að sinni og hafðu hugfast ef þú bregður þér af bæ að gæta þín á húninum. Hann gæti reynst hættulegur. Það skal ég gera, bóndi. Og verði nú sælir að sinni.
Sælir, herra Thornton. Ég er kominn til að aðgæta mig gorminn. Gastu fengið nýjan gorm og ef ekki, gætirðu búið til nýjan gorm. Herra Thornton, blikksmiður, Lexington Road, númer 13. Ja, hver hans? Ah. Kom við klukkan klukkan 10:37 af staðartíma að falast eftir gormi. Kveðja, R.A. Wellington, löggiltur bókari og endurskoðandi. Heilir og sælir á þessum drottinsdegi. Já, og með þeim mönnum sem hafa góðan vilja. Eru þér hér að vitja herra Staunton? Þú átt kollgátuna. Ég hef slæmar fréttir að flytja yður. Herra Staunton er látinn. Ég mig rekur í Rógastans. Bráðkvæddur í nótt. Nafnið er annars herra Winthrop, útfararstjóri í afleysingu fyrir herra Varslov. Heiðurinn er minn. Já, þetta eru vissulega sorgarfréttir. Ég átti ákveðið erindi við herra Thornton sem varðaði gorm og ég hafði ritað honum orðsendingu á miða vegna þess að ég stóð ranglega í þeirri trú að hann væri heima. Það mætti segja að herra Staunton sé nú loksins kominn heim.
Best að haska sér. Verið þið sælir. Ertu blessaður, herra minn? Heilir og sælir sér þér, herra minn, á þessum drottinsdegi. Já, friður sé með öllum mönnum með góðan vilja. Eru þér farandlistamaður? Ég tek eftir því að þér berið forláta flautu undir hendi. Já, þetta litla gagn. Nei, nafnið er Ferdinand. Ég er skipveri á Gullflegi. Okkur rak í strand hérna daginn fyrir gærdaginn, hérna í óveðri. Komum nónbíl. Já, skipreka. Já, ég þekki það allt og vel. Marinn hér getur oft verið eins og miskunnarlaus mær. Þér talið í ljóðum, herra minn. Eru þér skáld? Og tja, ég set nú saman sonnettu eða jafnvel tvær þegar að mér gefst stund á milli stríða. En annars er ég bókari og endurskoðandi að mennt. Nafn mitt er herra Wellington. Richard Abigail Wellington. Með láði, herra minn. Með láði. Já, já. Og þannig að þér eru bara búin að húka hér síðan daginn fyrir daginn í gær. Já, viðgerðari þörf á fleginu. En við komumst vonandi á flot núna á fullu tungli. En þú getur ekki hangið bara hér yfir engu, ég menn það nær engri átt. Nei, herra minn, það er... Hvernig litist þér á að koma heim með mér og snæða kvöldverð með mér og konu minni? Nei, ég get ómögulega... Jú, þetta er bara hérna, þriðja hús frá skósmiðnum og horninu. Já, ég get ómögulega það. Kona mín hefði yndi af því að hlusta á flautuspil. Já, ég þykk það göfulinda boð, en það er ég soltinn og hálf ónýtur allur. Þá leggjum við í hann. Mig rýma. Ekki svona hratt.
við. Æ. Nei, ekki. Æ. Á, ég sér þetta. Æ. Æ. Bara stuttur spölur eftir. Æ. Nei. Á. Nei. 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 Á. Það amar að. Það er fóturinn, hann fór illa í strandinu. Svona, þátt á fætur, ég styð þig. Á. Það er bara stutt eftir. Á. Æ. Á. Æ, það er bakkið. Hérna fætur. Ég slá svo slæmur í baki, ég get ekki stuttið lengur. Nei, ég skil herra. Þannig að hér skiljast þá bara leiðir. Jæja. Vertu blessaður Já, heill og sæll herra. og þakka þig kærlega fyrir samfylgdina. Já, þakka þér herra. Gangi, já. Jæja, bóndi sæll, ertu þá loksins komin heim? Ha? Hvað ertu nú að segja, kona? Ertu komin heim, sagði ég. Já, ég er einmitt. Já. Og hvað bjátar á? Fannstu gorminn? Já, nei, það þarf að bíða betri tíma. Já, þú komst í tæka tíð, ég er að hafa til soðningu fyrir okkur. Já. Ég ætla að þykja soðninguna síðar. Þetta er búinn að vera langur og viðburðaríkur dagur og ég ætla bara að fara upp og hvíla lúin bein. Vertu blessuð og góða nótt. Já. Hafðu þína hendur sem ég með það.